Sara Elísabet Svansdóttir verkfræðingur er nýr sveitarstjóri á Vopnafirði. Sara var ráðin skrifstofustjóri í ágúst 2019 og þekkir því vinnustaðinn vel. En hvernig kann hún við sig í nýja hlutverkinu? Það leggst ótrúlega vel í mig og ég er bara mjög spennt fyrir starfinu. Það er búið að vera smá stund í bígerð og gaman að þessi bara komið í ljós og ég muni sinna þessu. En Sara, þín tenging við svæðið, hver er hún? Ég er bara á engar ættir að rekja til Vopnafjarðar en kæristinn minn og maðurinn minn er héðan. Þannig að við erum búin að vera bara leiðin hingað síðan að við fluttum í bæinn, eða hann flutti til mín í bæinn og hann er bara þvílíkt lukkulegur með þetta, að vera komin aftur heim. Ég hugsaði aldrei að ég ætla að vera sveitarstjóri því ég er stór, en bara spennandi að, mér var alltaf langur til að vera stjórnandi og ég hef verið það undanfarin ár og þannig að þetta er kannski bara tilvalið starf fyrir mig. Nú ertu búin að vera að vinna hérna inn á skrifstofunni þannig að þú þekkir vinnustaðinn. Já, og bara mjög góð vinnustaðar og frábært fólk sem við erum að vinna með hérna. En að búa hérna á Vopnafirði, hvernig kanntu við þig? Bara ótrúlega vel. Ég alltaf búin að búa í Reykjavík og í Danmörku í 1 ár og mér fannst bara svona umferðin og lætin ánum pirrandi Reykjavík og við tölum alltaf okkur langa að fara hingað því að maðurinn minni þaðan. Og okkur líka bara ótrúlega vel að bara vakna við fuglasöng en ekki, bíla á mótnana. Þannig að það er margt sem hefur komið þér á óvart hér? Já, algjörlega. Og bara líka hvað mikið að vera hérna. Ég er ógeðslega busy. Hvað gerur svona fyrir utan vinnustaðinn? Áttu þér einhver áhugamál? Já, ég er í kirkjukór á Vopnafjarðar. Svo bara fjölskyldan og fara í göngutúr og finna hérna gönguleiðirnar. Ég ætla að tínast hérna í bænum. En varðandi starfið, hvernig lítur það út og hvernig sérðu svona framtíðina? Ég sé bara fyrir mér að, ég náttúrulega veit ekki hvað ég vil lengi í þessu, en ég sé fyrir mér bara að sinna starfinu vel og vera í góðu samstarfi við sveitarstjórn og reyna að skapa bara góðan vinnustað með fólkinu sem er hér. Nú er þetta mjög fjölþætt starf og mikil yfirsýn sem maður þarf að hafa. Hvernig undirbýr maður sig undir svona starf? Man náttúrulega bara spyr og spyr. Ég er með fullt af fólki kringum mig sem bara veit allt og eins og fjármálastjóran og byggingafulltrúan og maður er bara endalaust að læra og kynna sér málin. Þannig að það er góður kostur hjá sveitarstjóra að kunna hlusta? Já, og vera með eins og ég er bara svona kona sem er alltaf með lista og mjög góð að hafa yfirsýn. Og það hlýtur líka að skipta máli að taka þátt í því menningarlífi sem á sér stað hérna og þá er nú gott að vera í kórnum. Já, algjörlega. Og maður tekur þátt í öllu, öllu sem er í gangi og það er bara ótrúlega gaman. Maður fer í sunnudagsskólann með dóttur sinni og ég er bara týpan sem fer í allt Ég þarf að passa mig, það fær ekki of mikið. Er eitthvað sem að þú vilt breyta, eitthvað sem þú sér strax að þurfa að gangi í? Það er svona bara það sem við erum að vinna í, að vera meira svona stafræn. Ekki vera með þennan pappír og það er svona það sem við erum að vinna í og það sem mér finnst skemmtilegt og kannski vera með íbúagátt og þannig að þjónustan verði meira svona rafræn og við tökum þátt í 4. iðnbyltingunni eða tæknibyltingunni. Hefur fólk verið mikið að koma til þín sem nýi sveitarstjórinn og koma með hugmyndir? Já, það er alltaf að gerast. En ég er svo sem bara búin að vera starfandi sveitarstjóri undanfarna mánuði en já, það er fullt af fólki alltaf að koma til mín og það er bara gaman.